Ég segi við snúum þessu við, förum bara inn í leikinn. Góða kvöldið og verið velkomin í þessa útsendingu frá opinni-deild tölvulistabikarsins þar sem djöflar og draugar etja kappi í 8. umferð. Ég heiti Óli og með mér í kvöld er hann Rúnar. Vertu velkomin. Takk fyrir, gaman að vera hérna. Þetta er hörku spennandi viðureign sem við erum að fara að fá hérna frá liðum sem eru í 3. og 4. sæti og opnu deildar. Svo að þetta er, já, bara mjög spennandi leikur og einmitt gaman að segja frá því að þessi lið eru með nákvæmlega sama árangur, 4 leikir spilaðir, 3 unnir, 1 tap og pluss 4 í stigamun, svo þetta bara gæti ekki verið jafnara. Hver eru þínar fyrstu tilfinningar fyrir þessum leik? Mínar fyrstu tilfinningar eru bara þær að þessi leikur er á blaði gjörsamlega hnífja. Já. Það er, djöflar komu mjög sterkir inn, jafnvel sterkar heldur en margir áttu von á. Draugar fengu inn alls konar meðlimi sem hafa verið að spila áður og sú blanda virðist bara verið virka mjög vel og verður bara gífurlega spennandi. Vonandi fáum við að sjá 5 mappa leik. Við byggjum til sópsins alltaf, eða 5 mappa leik allavega. Það er alltaf svoleiðis, við viljum fá og bara, já, mjög jöfnlið, djöflar svo sem kannski einmitt glænýtt lið og komu svona eilítið hægt inn í þetta fyrst, þurftu aðeins svona að venja sig og svona bara jafna út svona, já, hvað þau sem þau vilja gera og annað, en það virðist vera komið á mjög gott ról og þau eru að standa sig virkilega vel. Draugar sömuleiðis fengu inn nýja meðlimi sem komu bara inn eins og algjör sprengja inn í þetta og virðist ganga virkilega vel. Já, allavega hingað til. Sjáum hvað setur í kvöld. Við erum á leiðinni inn í Busan sem er fyrsta mapp í 8. umferð. Mjög gott Doomfist mapp. Allavega 2 punktar. Downtown og Mechabase henta honum og við erum á leiðinni mitt inn í Mechabase fyrst. Já, Doomfist mjög góður hér þar sem að high groundið spila mjög mikinn part inn í hversu góður stöð þú ert í fyrir að ná punktinum og jafnvel bara finna pick. Þar sem að Viki í draugum er mjög þekktur fyrir Doomfist og mjög góður á Doomfist, eða virðist alltaf að vera það. Hvað heldur þú að djöflarminni reyna að gera til að svara því? Ég reikna með að við hvað þeir hafa verið að spila, myndi ég halda D.Va Cassidy. Við fáum reyndar upp núna fyrst hvernig þetta lítur út. Blitzet á Orisu, þetta er ekki eitthvað sem þeir hafa verið að spila mikið eða þau í draugum. Sáum að Helens og Brigg Varian á Juno, þetta er svo sem þetta nýja komp, þessi nýja baklína er búin að vera virkilega vinsæl bara á öllum stigum leiksins. Þessi Brigg Juno, sjáum hvernig þetta gengur. Dive á móti anti-dive, þetta verður alvöru klass. Snar enda fer yfir á Genji inn. Viki er komið snemma út, reynir að finna eitthvað target til þess að dæfa meðan Blitzet bara einfaldlega lappar inn og enginn að stoppa hann, ýtir þarna Vikka niður. Núna geta djöflar farið inn sem þeir verða að gera, kemur þetta út neitt þarna og Helenso er mjög lág í baklínunni þegar auðvitað fellur. Þetta er ekki það sem að þeir vildu fá hérna snemma og djöflar algjörlega með hækarandi hérna, gefa þær endar upp til þess að reyna að fara á punktinn og vinna fætið. Ná báðum supportum. Engin support uppi í liði drauga, spurning hvað þeir gera hérna. Þeir verða að bakka út að gefa punktinn. Nú bara mitt resetta eins rætt á að geta og þeir falla allir fyrir rest. Núna reynsa þarna. Já, algjörlega, virkilega vel gert hérna hjá Blitzet og sjáum líka að hann er komið mjög ofarlega í útchargeið. Helenso líka komin í 68%. Bringkilíus líst ekkert á þetta og skiptir strax yfir í Baptiste.
Hann er auðvitað vel þekktur fyrir bæði Baptiste og Önnu. Snar með sneppt killana á Guds, hún deyr fyrir það. Þetta er samt svo stórt að ná út Juno'inu strax. Spurning hvað þeir geta gert núna. Nú þurfa þær að reyna að hamra járnið. El Maestro virkilega lágur þarna uppi. Draugar eru að taka mikinn skaða. Náa kemur út lappi snemma. Þeir eru mjög lágir. Á meðan eru Djöflar bara í rólegheitunum með punktinn og Draugar þurfa að resetta. Nær Auddi þarna að komast út? Nei, hann nær því ekki. 60% kominn og fullt af ults til boða hjá djöflum. Spurning hvað þeir nota núna. Bæði lið að spila mjög svona split. Standa ekki mikið saman. Nei, það er svona skiljanlegt nema með Bryggina. Brygginu þetta á fær mest healing nálægt sér og hún fellur þarna snemma. Þetta er mjög gott dive. Auddi fellur hins vegar fyrir og kemur bleiti hérna frá El Maestro og næra El Maestro einhverjum. El Maestro fer á Varian sem sparkar burtu, það er ekki nóg en það bara er liðið þess að falla í kringum hann og El Maestro getur ekki gert meira en þá kemur Bryngilís upp klöts, það eru bara 2 eftir þarna. Rikki er alveg að koma, kemur út glugginn, kemur út sömuleiðis Brygghúsið, hún fellur strax Brygginn, þetta lítur mjög vel út hérna fyrir Draugar sem þurfa að reyna eftir á að ná stakkers. Og GKR resettar og Varian er drepinn seint, þetta er mjög gott, mjög. En þetta var dýr fight þarna fyrir Drauga, notuðu 3 ultimate gegn 3 sosum, þannig að þetta er allt jafn. Draugar hins vegar bara með 1 og næstu í 2 á meðan djöflar eru tilbúinu með 2. Hérna sé snabbt Orisút hérna. Viki nær út Varian að stemma, mjög gott, það er enginn inn í þessu Orisúti. Það kemur út Orbitaræði frá Guds. Helenso er mjög lág, Blitzit sömuleiðis og þetta er team kill. Rosalega vel gert þetta hjá Draugum, nota bæði ulti sín rosalega vel og Blitzit fær ekkert fyrir sinnsnúð með ultinu sínu og nú er eingöngu Snar sem að getur gert eitthvað fyrir djöfla. Verður erfitt að setja þetta upp. Sjáum að þeir pröfa að fara hinum megin núna, snúa við, Viki mætir þeim strax, er með pöns. Hvað gerir hann? Skoðar sig um, býður eftir hinnu fullkomna dive. Pönsar hann inn, Helenso er mjög low, gefur út Blaze. El Maestro fettir Varian og kemur út Blaze sömuleiðis frá El Maestro, tekur út Helenso, Viki fellur, Snar go crazy, næra hann flerum. Þetta er, Blitzit er mjög lágur, þetta er mjög skipt hérna en það virðist vera sem að Draugar séu að taka fyrsta punkt. Þetta verður erfitt touch fyrir djöfla sem að Skipta ekki yfir á hraðarheitu nema Stað. Nær Varian touchinu, þetta er mjög close. Blitzit á Orissunni og henni pönsar í burtu og Varian rétt svo nær inn á punktinn. Rosalega velgert, þetta getur verið erfið fights þar sem að þeir eru að stakkera inn og báðir supportarnir eru fallnir hjá liði djöfla. Spurning hvað Viki getur gert núna þegar enginn og enginn support sömuleiðis, Snar með killið á Audda. El Maestro og Viki 2 á móti Snar og Blitzit. Blitzit rosalega lágur, tekin út og Snar aleinn eftir hérna þegar að supportandir hans eru alveg að koma, ná þeir touchinu. Viki fellur en það skiptir ekki máli þar sem að djöflar komast ekki nógu snemma inn á punkt. Munaði engu samt. Þetta var rosalega jafnt. Þetta var jafnt í alla staði. 99 á móti 100%. Og Það bara getur ekki verið jafnara. óhefni þarna hreinlega hjá djöflunum að komast ekki inn fyrr. Já, rétt svo líka komast ekki hana í lokin. Munaði engu af því að náðu öllum nema að var 1 eftir hjá þeim. Hjá Draugunum. Minnir að það hafi verið Auddi sem stóði 1 eftir á punktinum. Já, núna förum við í aðeins erfiðara mapp fyrir Doomfist. Það eru fullt af skúmaskotum og coveri en það er ekki þetta high ground sem hann getur borðað sér til sem er erfitt að elta hann. Það er spurning hvernig þetta gengur núna þegar þeir breyta engu hjá Draugum en djöflar eru að breyta aðeins.
sjáum við þarna GKR komin á Hanzo og Snar á S. Hann er vel þekktur fyrir hitganinn Snar, jafnt og Genji. Taka fyrsta fætin hérna hjá Droppin. Þetta var snemm immortality feat hjá Bringilíu. Spurning hvort að þetta eigi eftir að koma í raskandi á hann hérna setna, en þeir eru að ná að ýta djöflunum algjörlega tilbaka og þeir þurfa að bakka og róteita í ætla bara að fara inn á punkt. Ná hins vegar ekki að koma inn á punktinn, mikið rétt. Rikki virkilega lág. Vel gert þarna hjá Brynjari, Bringilíus og fær mikið út þess fyrir þetta sjáu það að glugginn er nánast komin upp. Ég er ekki viss að djöflar séu undirbúnir fyrir hennar glugga en Rikki fellur og kemur upp lampi líka til þess að reyna að halda hann á lífi. Núna þurfa draugar hennilega að reyna að stála eins lengi og þeir geta, reyna að bíða eftir að stúmpistinn koma og lifa á meðan. Kemur út glugginn hérna, einmitt til þess. Elmæstro heldur lífi. Blitzett fellur einhvern veginn en það eru 2 pikkarna hjá djöflum. Þeir eru samt svo low. Rikki er going in. Rikkinn ekki að ná að lifa þarna. Gerir það hins vegar. Snar þarna hjálpar, kemur með stórt kill. Þetta voru 44%, 1 ult frá draugum, ekkert frá djöflum. Það var virkilega flottur fight hjá Snar. Spilar þarna vel aftarlega með supportarnir sinni, þannig að það er erfitt fyrir Rikki að komast á það. Og ef hann gerir það, þá tekur hann mikinn skaða frá Snar. Eins og sást þarna, hann fjall áður en hann fekk GKR, þeir skipta hérna á milli sín. Snar, Rikki er kominn inn og kemur út Blade. Kemur út Rally til þess að Helenso reyna að halda sér þarna á lífi. Lampinn er að gera mikið, fellur hins vegar. Þetta lítur út fyrir að falla á djöfla eða hvað. Helenso fellur, þeir eru komnir inn. Varan er ekkert heal hérna fyrir Blitzett, hann er einn á punktinum. Hvað gerir hann? Hann er bara að reyna að ná eins mikillir prósent og hann getur svona. Og þeir bara hreinlega ignora hann, leyfa hann að vera á punktinum og er að drepa liðið hans í kringum hann. Það fóru öll ultimate þarna frá djöflum. Þetta var svolítið dýrt. Mjög dýrt. Rikki er með Meteor-strike, þannig að hann getur farið mjög aggressíft inn og notað Meteor-strike til þess að koma sér út. Gerir örugglega allt til þess að reyna að ná pikki hérna áður en að þeir eru örugglega mjög aggressív. GKR lendir í honum. Hvað gerist? Elmæstro er komin inn með honum. Þeir eru að ýta þeim í burtu, kemur út úti. Þeir eru mjög low, Blitzett fellur áður en hann getur fengið heal. Og Öddi tekur út GKR. Núna þurfa þeir að resetta fljótt af því að punkturinn er komin í 83%. Flott þarna reyndar, late exit frag hjá Helenso sem að deyr svo sem fyrir það. Ég er ekki viss að djöflar hreinlega náir touchi, Rikki fellur. Þetta er þeirra fight til þess að vinna en þeir verða að komast á punktinn. Mér sýnist GKR skipti í tracer og nær því. Vel gert þarna, mjög vel gert. Nú þurfa draugar að stilla upp í dive og þessu kompið auðvitað virkar best þegar hún er með punktinn og þú þarft að ýta inn í hana, ekki öfugt. GKR að sláta þarna við auðvitað. Kemur út, hringur inn frá Gust og GKR fellur. Kemur út, nú hanselað af Rikka. Kemur út Blade svo frá Elmæstro. Ætti að ná að hreinsa upp hérna, Varian og Blitzett er að reyna allt sem þeir geta til þess að halda sér hreinlega á lífi hérna. Það er mjög erfitt. Elmæstro er mjög lágur. Náðir einhverjum hérna á leiðinni út. Þeir gera það ekki. GKR nær ekki touchinu og þetta er 1-0. Fyrir draugan. Draugar líta virkilega vel út. Ég virðist sem að flest allt sem að þeir eru að reyna sé að ganga upp hérna hreinlega. Já, mjög vel spilað á móti djöflunum. Djöflan er samt í mjög góðri stöðu oft í þessum leik. Sjáum hérna play of the game frá blóðþyrsta supportinum Bringilíus.
Hvað heldur þú að djöflar þurfa að gera til þess að jafna þetta eins út? Það kæmi mér ekki óvart ef þeir færu Kings Row eða, já, ég myndi halda með Kings Row. Það er svona Já, það sem að þau hafa valið áður og er eitthvað sem að er erfitt fyrir Doomfist að spila og hentar Oresunni mjög vel. já, mikið af hotnum til þess að halda til dæmis. Já, mikið af chokes og já, annað. Þröngt streetfaceið á Kings Já, Row er mjög þröngt og lokað. Þannig að Það er mjög erfitt að íta þær í gegn eða verða á takkinu. verður gaman að sjá. Þeir velja Circuit. Annað map sem að þau hafa valið áður í djöflum en hentar Doomfist svo sem ágætlega. Þarna er líklega verið að reyna að stóla inn á GKR Snar Double Sniper, myndi ég halda. Snar er auðvitað rosalega góður á Vito. Og Já, gríðilega sterkt sniper line-up, en gallinn við þetta map svo sem fyrir Doomfist er að fyrsti punkturinn er svo opinn þrátt fyrir að það sé erfitt að íta payloadinu áfram. já, það er ekki fyrir kannski á öðrum punkti þar sem að Doomfistinn virkar eilítið betur. En það er bara spurning með hvort að Viki nái hreinlega að valda nógu miklum usla í baklínunni til þess að og taka athygli á annað og koma sér út og leyfa Auta og El Maestro að koma inn með sér á og setja pressu á baklínuna og þessa double sniper virkar auðvitað mjög vel í long range en virkar hreinlega mjög illa þegar komið nálægt. Já, eina sem Hansáin hefur svona er Stormarós. Já, Það er eina börsti sem hann hefur fyrir utan bara að klikka hausana. algjörlega. Þetta verður, já, við vitum hvað draugar er að fara að spila hérna. Það er eilítil spurning með djöfla þó ég reikni nú með að komi út double sniper. Já, draugar vissulega þekktir fyrir að vera bara Doomfist lið. Já, Þannig að maður gerir svona sterklega ráð fyrir að þeir koma út á Doomfist. en við erum á leiðinni inn. Hvort að djöflarnir haldi í Orusuna, veit ekki með það. Já, þeir geta auðvitað, já, þetta eru sögulega mjög gott Sigma map og Vissulega. Headset hefur spilað Sigma á þessu tímabili með fínum árangri. Svoleiðis að og Sigman er líka mjög góður á móti Doomfist ef þú nærð að sílda healið hans og rocka hann, að þá er hann í mjög slæmri stöðu ef þú ert með nógu mikið burstdæmi til þess að fylgja því eftir. Og það virðist vera klassíska Circuit Royale kompið hérna hjá djöflum á meðan draugar eru, já, þeir halda sínu áfram, engin ástæða að breyta því. Þetta er eitthvað sem að þau hafa æft mjög mikið og er greinilega eitthvað sem þau vilja spila. Mikið dæflið hjá þeim. Já, smá, Gleymdist aðeins að færa þá sem er að horfa á bekknum. Það já, kemur fyrir. Það er bara snögglega að færa það tilbaka og svo höldum við áfram. við treystum auðvitað á heiðarleika drauga í þessu. Þeir séu ekki að leika neinu. Íslenskir overall-spilarar vissulega þekktir fyrir að vera nokkuð heiðarlegir. Já, við erum það hérna í almenna tölvulistabikarnum. Og djöflar vilja bara halda áfram.
förum við bara aftur inn. Förum aftur, en svo sem hefur ekki mikil áhrif á að vita tímkoppið, ekki það, ég hef enga trú á því að því hafi verið leikið, en Ræðir takmarkaði. já. Og svo sem líklega eitthvað sem að draugar hafa reiknað með fyrir leikinn, ef þau hafa unnið heimavinnunum sína. Já, hafa unni heimavinnuna og séð hvað þeir eru líklegir til að spila. Vel gert þetta hjá Snar, þarna var Sónar sem að sýndi Snar í gegnum veggi hvað Elmaestro var að halda. Þetta er stórt pikk. Þetta er helsti dæf-félagi Vikka á Doomfist er Genjin að koma inn og getur fílað fyrir hann. Þannig að þeir verða að gefa rosa mikið pláss þarna, flott að dott sjá Vikka. Þannig er Discordið samt, hann verður að spila safe. Elmaestro kominn aftur inn á Genjinum, en Karti heimlega bara hættir ekki að íta og GKR núna. Þarna er Double Sniper kompið nákvæmlega að virka eins og á að vera að virka. Og sjáum að GKR og Snar eru að eiga mjög góðan leik og bara auðveldan ætla ég mér að segja, fá bara hérna standa tiltölulega fríir og hitta skotum, og þetta er ekki strákar sem að þú vilt fái hvorki tíma nýja pláss þegar þeir eru á Double Sniper. Þetta er nákvæmlega eins og við vorum að tala um. Fyrsti punktur er mjög erfið fyrir Doomfist af því hann er svo opinn. Algjörlega, og eins og þarna voru 2 pikk og það er komið bara, Kartið er komið alla leið, þetta er og núna verða draugar hreinlega að stoppa snjóboltan strax, ekki leyfa honum að fara af stað. Vikki með dæfi, fer inn, hittir engan, Varjan er mjög lár, tekur út Vikka, virkilega vel getur þau á Varjan. Snar hins vegar fellir fyrir Elmaestro, en þeir skipta á milli svoleiðis að þetta hefur ekki mikil áhrif á lið djöfla. Og Kartið bara hefur ekki hægt að, formúlubílinn hefur bara ekki stoppað síðan að við fórum á stað. Kemur út Discord aftur á Vikka, hann þarf að bakka, kemur út Walls líka, þeir geta ekki ítt inn, kemur út stórt flöggsirna á baklínuna, nær ekki út neinum, hins vegar nær að forsa út Transcendence þarna Vikki í baklínunni, kemur út Olbetari frá Guds, núna verða draugar að fara að finna eitthvað pikk með þessum útum og kemur risastórt anti nær 3 og Vikki fylgir í eftir. Á meðan er Blitzit hins vegar bara að íta Kartinu og er að lappa niður baklínuna, spurning hvort að hann nær Guds þarna eingöngu þegar að þeir koma og hjálpa hann. Þetta var mjög close þarna og kannski aðeins of nálægt fyrir draugana þarna sem ná svo sem að stabilisa. Og nú koma styrkleikar Doomkompsins aðeins betur í ljós þegar þeir eru með hækkarandið og þurfa að láta Sigman lappa alla þessa leið í opnu. Já, og punkturinn sjálfur bara lokaður, já. Þannig að Doomfistinn hefur meira til þess að flýja á bakvið og er fljótari út. Sjáum að þarna er rótin, hann ætlar að punsa hann inn, nei, hættir við, er orðinn Discordaður, þannig að hann þarf að bakka, kemur út Nanoblade frá Elmaestro og tekur út Varjan, fer á Snar, nær hann að fylgja hann eftir, hann nær Snar, næsta target, nei, bakkar út, ætlar ekki að vera of aggressiv, rétt svo að dodsa rockinn, rosalega vel gert, Vikki missir punsið á Blitzit sem ætti svo sem að falla hérna, deyja sem fyrst, þannig að þeir geti komið aftur inn. Vikki lár er Discordið en nær alltaf að bakka út. Auðvitað svo sem fjallarna fyrir Varjan. Sjáum það að það komin út Echo alveg að fá Poppy. Engin hitskan í liði drauga nema Bryggilíf sem getur hreinlega ekki verið að eyða allir sína athygli í Echo'na. Þannig að þetta er mjög gott pick. Vikki með punsið hittir ekki þarna en nær Snar, hann rosalega lár, ætti að falla. Þetta er ekki gott trade, vitum ekki fyrir Doomfist, nær svo sem út einhvern veginn út Transcendence. Jöfnlega þurfa að nota þetta, íta lengra. En draugar hreinlega bara stabilisa og náði möttum. Þrátt fyrir að Vikki féll snemma, mjög vel gert þarna hjá draugum.
Og nú þarf Bitsett að reyna að koma sér út. Nær hann því? Nei. En Viki fellur fyrir Snar, þetta ekki gott. Núna ættu þeir að geta ítt hratt. Eru samt ekki með speedboost til þess að komast hraðar áfram. Og sjáum það að Doomfistin komin áður en að djöflar geta byrjaði fætinn. En Snar tekur út Guts, þetta nákvæmlega það sem við viljum sjá frá Widowni. Taka út pikk hérna í baklínunni, stikkaður, one shot. Nær einhvern veginn að lifa virkilega vel gott píl þarna hjá baklínunni. Og meðan tekur Utti niður varjan, Viki going inn aftur, fer á Widowna, nær Widowni, GKR fellur fyrir Bringilíus. Þetta að líta rosalega vel út fyrir drauga hérna. Allt að ganga upp. Sjáum það Snar komin yfir á Kassadín. Hann ekki hrifinn af því að fá hennan Doomfist inn á sig endalaust. En spurning og Orisan komin út núna hjá djöflum. Eitthvað þurftu þeir að breyta. Það eru 20 sekúndur rétt rúmlega eftir hérna af þessu rándi. Kemur út Nanoblade frá Elmæstur og tekur út báða supportana leið. Bitsett alltaf felldur, Snar einn eftir. Og nú spurning hvort að þeir hreinlega nái touchi. Mér sýnist ekki. Ég hugsa ekki. Og draugar íta í spawn til þess að reyna að koma í veg fyrir að þeir nái að snerta. Og mjög gott second point defense hérna hjá draugum. Gríðarlega flottur punktur. Fyrsti gekk svo sannarlega ekki vel fyrir þá. Nei, alls ekki. Það sem að Snar og GKR bara fundu pikk hægri vinstri. Já. Eins og ekkert væri auðveldara. En sem kom á þetta punktinn, þá bara settu draugarnir bara í stopp, settu í bremsu. Já, leið og double sniperinn hættir að ná picks, að þá fellur kompið niður í kringum þá nema Sigman sé að eiga hreinlega frábæran leik sem mjög erfitt á móti þessu Doomfist kompið því að þeir eru svo rosalega splitt og ekki mörg target fyrir Sigman til þess að reyna að labba niður. Ja, hann nú vist bara með líka 2 kúlur sem hann skýtir í einu, þannig að hann getur heldur ekki verið að skjóta út allt á sama tíma. Nei, og ekki mikið range heldur á kúlunum, þær fara ekki langa vegalengd. Þannig að hann verður að vera tiltölulega nálægt óvinnunum sínum þegar hann að reyna að skjóta þá. Við sjáum það að draugar breyta engu, kemur ekki á óvart. Djöflar eru eitthvað að bæla sýnist mér, þeir þurfa nú að fara að koma sér af stað, það eru bara 6 sekúndur eftir. Það eru svona næstu í seinir, GKR verður sett. Já, GKR mjög sett, Varian sömuleiðis, það ekki að stilla upp á hæggrandinu, það að taka mjög passíft position hérna. Sýnir þeir bara ætla sér að gera það. Ekki nema að þetta hafi verið ákveðið fyrirfram. Snar mjög lág, fær í þarna. Kemur út snemma lampi, þetta ekki gott. Núna fær Viki frí dive hérna. Og þeir að íta þeim hægt og rólega aftur og kartið á meðan hreyfist bara heldur áfram. Og Viki kýlir í auglýsingaskiltið. Slípaður, náðir einhver þarna, þeir ná að anti hann en hann sleppur út. Elmæstró fer inn á Snar, nær honum ekki. Og Viki going inn, kemur út annar immortality field þarna hjá djöflum. En á meðan kartið að hreyfast og mér finnst eins og það sé ekki einn einasti tímpæs búinn. Og draugar líta virkilega vel út hérna. Snar þarf að reyna að ná einhverjum, Bringilíus meðan í sigtinu og meðan Utti í baklínu og þeir snert ekki punktinn og það komið stig fyrir drauga og Utti með báða supportana í baklínunni. Þetta, eitthvað kannski miscommunication eða bara reynilega ekki alveg nógu vel planaður fætinn þarna hjá djöflum af því að þeir tóku í raun og veru engan tímfætt og gáðu punktið saman. Það var sennilega bara svolítið klaufa. Já.
Kemur út Nano á Doomfist, Nano kominn inn, hann er orðinn anti-slípaður, mjög gott slípaðna hjá Varian og kemur þá bara út bleitið þegar öll ability í liðið Diabla eru farin og Blitzed aðleitin eftir og núna þurfa þeir bara að stakka 3 á kartið. Það verður erfitt fyrir Viki slípaður var hann með einhverja stæla þarna fyrir framan þá, sýndist mér. Kemur út gluggi, hann þarf að bakka út en payloadi alveg að vera komið, kemur út Snar fellur strax, það svo sem Vika fyrir Viki. Þetta eru virði skipti fyrir Diabla, kemur út últinn nær báðum supportunum, þeir ættu að falla hérna, þeir ættu að ná að hreinsu, það er bara Bringilíus og Auti eftir þegar Bringilíus fellur. Þarna sáum við aðeins öðruvísi lið Diabla, það komu reyndar út hellingur af ultimatum en þarna kom loksins stoppið sem þeir eru búin að vera að bíða eftir. Hún er að vera að leita að. Þeir þurftu vissulega að nota 4 ult til þess. Ég kom ekki langt frá hænum. Nei, sjáum það að El Maestro er komin yfir á Kassidín líka fyrir föruna, þá skiptir hann bara í Tracer Snar. Kemur út Orbital Ray, þetta gerir virkilega mikið. Blitzed stendur inn í þessu hreinlega, nær að lifa einhvern veginn af. Viki er að valda miklu musla í baklínunni, Varian ætti ekki að ná að lifa þetta af. Hann fellir fyrir og Blitzed aðleitin eftir. Og Diablar ná ekki að toucha aftur. 2-0 draugar. Nú þurfa Diablar aðeins að fara aftur að teikniborðinu held ég og reyna að endurskoða aðeins hvernig þeir eru að spila þetta. Af því að við vitum að það eru hæfileikar í þessu liði til þess að vinna á þessu liði drauga. Skilja, það hafa alveg sýnt það í gegnum tíðina að þeir eru ekki land að leika sig við. En virðast ekki alveg vera að ná sér á strik í þessari viðureign. Nei, eitthvað Doomfistinn eitthvað að valda meiri vandræðum kannski heldur en að þeir byggust við sem að Viki gerir, hann bara þú heldur að þú kunnir að spila á móti Doomfist þangað til þú spilar á móti honum. Það er svolítið svoleiðis. Hann er svolítið uggalegur. Já. Fáum einhverjar breytingar á draugaliðið. Já. Fáum hvað gerist. En Diablar virkilega ekki alveg að höndla þetta komp sem að draugarnir eru að runna. Nei, spurning hvort að fjarvera Hönnupönnu sé að hafa áhrif. Hún er Kiriko player og það getur verið gott á móti Doomfist að geta súsúað og TP-að út. Og hún hefur bara því miður ekki komist í dag. Nei. Þannig að það gæti verið það er alveg rétt. Þeir sakna hennar mjög líklega en ekkert í því að gera. Það er ekki aftur snúið. Nei, og þá fá Diablar annað map-pick og nú myndi ég setja pening undir Kings Row. Já, maður myndi halda það. En mikilvægasta spurningin, Óli. Trúir á sópinn? Alltaf. Við trúum alltaf á sópinn. Við trúum alltaf á sópinn. Hann er ávallt eitthvað staðar til staðar, bara spurning hvort þú náir að grípa í hann. Já, hvort þú finnir hundinn í þér til þess að ná í sópinn, það er alltaf spurningin. Við erum á leiðinni í stutt auglýsingahlé áður en við fáum þriðja mappið, Mapp Diabla, ekki fara langt. Velkomin aftur eftir stutt skilaboð. Við
erum ekki ennþá búin að fá map pick frá djöflum. Við bíðum, en á meðan þá kannski ef að þú væri í þessari stöðu djöfla núna, Rúnar, hvað myndir þú reyna? Hvernig myndi ég púsla liðinu mínu? Já, Sko, þar sem að þau eru með Doomfistinn, þá myndi ég reyna að fara eitthvað svona sem að spila allir 5 saman. Hvort sem að það sé þá þetta anti-dive sem að getur verið sko Junker Queen eða Orisa, eða á hinn handlegginn þá myndi ég kannski fara, þú veist, eitthvað svona rush þar sem allir eru að haldast í hendur og þið gæti þá labbað inn á eða tekið symmetru og teleportað inn á baklínuna sem er að halda Vikka lifandi. já, reyna að taka út. En að taka eitthvað svona mikinn skaða eins og kannski Reinhardt, Baptiste, Lucio, Symmetru og Cassidy eða eitthvað slíkt. Já, skera hreinlega út líflínu. Já, það Vikka. rjúfa sambandið. Já, mjög góð pæling. Það er svona Ég eitthvað sem að ég myndi reyna. Já, svo Blitzett virkilega sterkur dívaspilari. Já, Diva hefur er sýnt mjög- það hingað til. Diva er mjög sterk í metunni núna. Þannig að það er líka alltaf möguleiki. Svo er spurning hreinlega bara sombruna og reyna að einelta Vikka. Já, taka, þú veist, sombruna, hakkan, taka Cassidy Já. til þess að nota stönnið og... Já, og, eða Mei hreinlega til þess að reyna að vekkja hann af og hægja á honum þegar hann er kominn inn. Já, og halda önunni með antíið og Og eitthvað. Sleep, já. Já. Mögulega taka Sarju fyrir búblunar. Já, Ef hún fær smá orku, þá gerur hún virkilega mikinn skaða. já. Sarjan getur verið svolítið, getur endað í svolítið ökli eða eira á móti Doomfistur hendar. Það eru tvær leiðir sem það getur enda og Já, þetta er Það er engin smá- millivegur. nei, það eru svolítið, já, það er svolítið sénsar teknir með því, en ef það virkar þá auðvitað bara rúllar Sarjan yfir lið andstæðingana. Vissulega. En við erum á leiðin á Midtown. Já, það er ekki ólíklegt þá að við sjáum hreinlega Orisuna frá djöflum. Ég held þeir muni vilja halda í hana. Spurning hvað þeir gera í kring, ekki, mér líkar við þennan Cassidy hjá Snar. Ég held að það sé eitthvað sem að þeir ættu að reyna stíl inn á. Þessi þín eða jafnvel Ashen. Hún var að borga sig á Busan. Já, en það er bara, Cassidy kemur með svo rosalega mikið píl fyrir baklínuna sína sem Ashen gerir ekki. Reyndar. Ashen er svo sem betri hetja í metunni nú þegar, hún gerir meira damage og hún er virkilega sterk, en hún hjálpar ekki liðinu sínu eins mikið. Nei, ekki svona til þess að koma í veg fyrir að ykkur komist inn á þá. Já, Það er erfiðar á Ash heldur en Cassidy-num. en við erum að bíða eftir einum meðlimi sem er að endurhæsa, kemur rétt strax. En nú erum við á Midtown þar sem að Doomfist hefur samt mikið til að vinna með. Já, og meiri segja er þetta map sem að draugar hafa valið áður. Vissulega. Þannig að- Heldur að djöflar treysti bara á það að vera betri eða heldur að sé eitthvað leynivopn í vasanum? Spurning eða ekki unnið heimavinnuna sína. Ég Já. bara get ekki spekulerað það, ég get ekki sett mig í hausinn á þeim því miður. Ég kann ekki að lesa hugsanir, en Það er svolítið erfitt. já. En svo er þetta líka bara spurning, sko, þó
þó að draugum líði vel á Midtown, þá er kannski þegar þú ert komin 2-0 undir bara, hei, förum í comfort pick, förum í þægindaramman okkar, allir spila innan síns þægindaramma og vinnum okkur út frá því. Já, mögulega treyst á þægindaramann upp á, vera bara upp á sitt eigið besta. Já, spila leik sem að þú þekkir og þér finnst þægilegt, sem að virkar mjög oft að bara back to basics inn í þægindaramman, skýt með metu, þetta hitt, bara spila það svo kant og það svo þekkir. Já, bara halda sig við það sem þér finnst gott að spila. Já, Ekki endilega það sem að virkar samkvæmt blaðinu, nei, einmitt. heldur bara það sem þú vilt. Og þetta Það er eitthvað allt í sem að- boði. Þetta er einmitt eitthvað sem að við í Jötun vinnum með, að við reynum að setja okkur inn í okkar eigin þægindaramma, erum svolítið utanmetu lið og höfum verið. Já, og reyna að spila okkar leik. Já, og spila bara okkar leik alveg sama sko, hvað hinir koma með á móti. Það er Já. kannski eitthvað sem að djöflar ætla að reyna núna. Af því að eins og vitur maður sagði einhvern tíma, það er betra að spila eitthvað sem þú þekkir, sem er ekki eins gott í metunni, heldur en að reyna að spila eitthvað sem að á blaði á að virka, en þú kannski hefur hvorki æfingu né getu eða tíma á hetjunni, þannig að þú kannski kannt ekki, hefur ekki kunnáttuna, og þá virkar alltaf betur það sem að þér líður vel á og þú kannt að spila. Við erum að bíða eftir hérna, hann er að detta inn síðasti. Mögulega verðt að minna á það svona á meðan við erum að bíða að á laugardaginn 5. október eru 2 leikir sýndir í beinni útsendingu frá Arena. Fyrri leikurinn er klukkan 6, það er Böðlar á móti Jötun, og seinni leikurinn er skipulaður klukkan 8, gæti enda smá senkun á honum. Það er Þór á móti Selum. Virkilega spennandi umferð, eða 2 leikir hérna, Já, þá ég segi spennandi sjálfur frá, helgi. mjög spennandi og meiri segja, hérna, er það svoleiðis að við erum að fá mögulega bestu kasters sögulega til þess að fá að lýsa þessu. Þannig að ég mæli með fyrir alla sem að hafa tök á að horfa og bara endilega koma í Arena og skapa alvöru stemmingu, af því ég get lofað ykkur að þessi leikir verða rosalega spennandi og skemmtilegir. Og fyrir þá sem hafa ekki komið þangað, að þá eru stórir og miklir skjávarpar sem að útsendingin er yfirleitt sýnd á, og hægt að biðja að sýna hana ef hún er ekki í gangi. Já, Þannig að endilega mynda stemningu í Arena og fá sér kannski að borða bites eða eitthvað svona. algjörlega. Eitthvað sem að við gerum þegar við höfum, þegar við erum ekki að keppa og erum lausir. Það er virkilega gaman og bara rosalega gaman að hitta fólk úr samfélaginu sem að þú kannski hefur ekki hitt áður eða hittir sjaldan og mynda smá stemningu og spjall. Og kannski tengir ekki andlit við nafnið sem þú spilar á móti inn í leiknum. Nei, einmitt, eitthvað sem þú þekkir vel inn í leiknum og hefur spilað á móti lengi en veist ekki hvernig lítur út eða svoleiðis. Það er mjög gaman. Mynda meiri stemningu þegar til dæmis að keppa kannski á móti eitthvað hittir. Já, vinaleg ósætti inn í leiknum kannski. einmitt. En við erum komin inn á Midtown. Og við sjáum, hann er að rugla í okkur? Já, hann er að rugla í okkur. Viki er ekki að fara að spila Sucker Queen. Það væri þá í fyrsta skiptið í þetta tímabil í almenna sem að Viki spilar eitthvað annað en Doomfist. Og kannski þá svolítið spesa að það væri Jungle Queen þar sem hún er engan veginn dive, svona ekkert Já. líkt því sem hann hefur verið að spila. En það sjáum- er Doomfist. Breytingin hins vegar er Opalon Top er komin inn á Baptiste og Gust af Juno er farin út 5, 4, 3, 2, og djöfla reyna svipað og þeir voru að gera á Busan. Remember what we've learned. Já, sjáum hvort það reynist einn betur núna.
Kemur út hringurinn, þeir ætla að lappa hratt. Ná El Maestro út snemma, þetta byrjar mjög vel hérna, uppi líka. Engir DPS-ar eftir hjá draugum og rosalega var þetta fínt og snyrtilega gert hreinlega þarna hjá djöflum. Þetta er nákvæmlega byrjunin sem við viljum fá að sjá frá þeim hérna. Viki er að reyna að snerta. Hann nær ekki að lifa lengi. Sjáum það að DPS-arnir eru komnir aftur. Helenso fellur á sama tíma hins að Fringilius. Þannig að það er ekki mikil heal eftir. Auði tekur út GKR. Opal on top er komin aftur. Það eru bara Auði og Opal on top eftir. Hann á inn í lampan. Lampan kemur út þarna. Auði er virkilega lágrinsuðar og þeir falla báðir. Lítur mikið betur út hérna hjá djöflum. Bara byrjunin, þessar fyrstu 15 sekundur hann, þess að snar finnur bara 3. Já, og gott engage þarna, setja hringinn út og fara allir af stað og bara í rauninni skilja að virka eftir á Doomfistinum og fara á targetin sem er auðveldara að drepa. Það hlaupa fram hjá honum hreinlega bara. Þessi punktur hérna er mjög fýtt fyrir Doomfist, það er hækarand og annað. Sjáum hvað draugar gera hér. GKR TPR inn mjög aggressíft. Vincent er mættur líka enn og aftur bara ignora hunsa Doomfistinn og fara inn á bakinn og kemur út Orbital Ray hérna frá Varian sömuleiðis og þeir eru hreinlega gangað á niður. Vincent er svo sem slípaður og anti-æður en það ætti ekki að skipta neinu máli. Fringilius kominn með nano og virki alveg að fá Meteor Strike. Hann ætti að deyja þarna, gerir það. Og kartið komið 2/3 leiðarinnar nú þegar eftir 1 teamfight. Virkilega flott gert hjá djöflar. Þetta er lið djöfla sem kemur út nanobiti hins vegar núna. Náði þeir nota hringinn til þess að reyna að bakka og púla hann inn með orusóttunum. Virkilega vel gert en hann nær sem sagt báðum supportunum. Kemur snar með blade og Viki notar últið sitt. El Maestro er í vanda stattur þarna. Snar er með hann í sigtinu. Skilur hann hins vegar eftir til þess að reyna að ná út Vikka. El Maestro í baklínunni þegar að lið supportar djöfla er á leiðinni inn aftur. Kemur út. Death Blossom nær hins vegar engum þarna. Spurning hvað planið var þarna. Allavega ekki gekk upp. Vel gert hjá draugum að lappa í burtu. Kemur út rally frá Helenso og gluggi sömuleiðis frá Opal on top sem fellur strax fyrir Snar. Og djöflar halda áfram í þetta. Djöflar halda áfram og 2 punktar og 4:45 á klukkunni. Veistu því 5 mínútur fyrir síðasta punkti. Talandi Strembið. Já, talandi að fara inn í þægindaramann. Snar. Svo sannarlega. Komin á Genshin, eitthvað sem að við þekkjum og hann er þekktur fyrir að spila með virkilega góðum árangri. GKR tekur út El Maestro og þetta er nákvæmlega eins og þeir vilja byrja fættin. Kemur út Orbital Ray hérna sömuleiðis frá Varian. Viki í baklínuna að reyna að ná einhverjum. Nær engum. Helenso hérna í vandastöðum, fellur fyrir Vikka fyrir rest. En það bara liðið hans er allt dautt í kringum hann. Og hann verður að bakka út. Þeir elta hann hérna. Ætti að ná honum. Hann er að stakkera sig ef hann deyr fyrir rest. Og þetta gefur djöflum mikla auka metra þarna. Hann lifði af kannski nokkrum sekundum lengur en hann þurfti. Já. Hver sekundu sem hann lifir af lengur, því lengur er hann að ríspana. Já, og kartið hreyfist, bara payloadið færist á meðan. 3 metrar eftir. 3 metrar eftir og það fer enginn á punktinn. C9 í 5-5. Litzet reyndar með og Ritsulti þarna að toga Já. tvo þeirra til sín. Já, þetta er... Já, ég skissaði þarna hjá draugum þar sem að þeir eru með 4 hetjur með hæfileika sem að gera þeim kleift að mobility sem að hreyfa sig hratt eða komast langar vegalengdar á stuttum tíma. En nú spyr ég bara hreinlega, eru þetta sömu djöflar voru að spila hinn leikinn? Ég bara, ef þið voruð að koma inn núna áhorfendur, þá
þá myndi ég segja nei. Ef ég væri að koma inn í hérna leik núna, þá myndi ég ekki þekkja þessa djöfla sem voru í fyrstu 2 mappunum miðað við þessa sem er að spila núna. Bara eins og þeir hafi sett í næsta gír, sko. Og jafnvel bara sleppt 3 á milli. Já, Fóru fyrst upp í 4. bara. virkilega vel gert. Fundu þarna hundin í sér eins og maður segir og eru komnir inn með krafti, setja sig upp virkilega vel hérna með 3.27 á Midtown sem er ekki auðvelt að, sem er map sem er ekkert endilega auðvelt að íta alla leið og ég tala nú ekki með þetta mikinn tíma. 5, 4, Og tala sérstaklega ekki á móti lið eins og Draugum sem er virkilega sterk. Já. Sjáum það að Auddi er búinn að gefast upp á snar, hann ætlar að fara Cassidy, reyna að hjálpa baklínunni sinni. Djöflar spila virkilega framalega hérna og taka fætinn bara til Draugana, en Draugarnir ná hins vegar báðum supportunum og þetta gæti verið slæmt hérna fyrir Djöfla. Blitzet er mjög lágur, hann ætti ekki að ná að lifa af. Er þetta alla leið og þetta ætti að vera fyrsti punktur hérna næstum því fyrir Drauga. Orisan er mjög sein. Það eru allir komnir nema Orisan inn. Sjáum það að GKR er að sniglast, hann nær touchinu með Helenzo. Kom út Torpedos frá Varian, ná engum. Opalan top fellur, þetta er mjög gott hérna fyrir Djöfla að byrja þetta vel. Viki er orðinn lágur, er ríkt út í hot, El Maestro fellur, nær Helenzo hins vegar með sér. GKR snar að valda usla, sjáum þarna að Auddi þarf að fara inn á punktinn, virkilega vel gert hann, það tekur út 2 Auddi og það er bara Blitzet eftir. Og nær GKR inn, hann GKR nær inn á punkt og Helenzo nær ekki og þau falla þarna bæði. Þetta var ágætis attack þarna. Auddi bara bjargaði þessu. Já. Hann hérna haus hana og klikkaði það bara og náði 2, ef ekki 3 í öllum fætum. Spurning hvort að þetta fyrra roundið hefði endað svona ef hann hefði skipt í hennan Cassidy fyrr. Draugar með að nálgast 4 út. Kemur út Orbitari hérna, kemur sömuleiðis út Auddi nær snar en fellur fyrir Viki. Það eru pikk í allar áttir hérna, 3 á móti 3. Báðir tankarnir ennþá á lífi, 1 support, með 2 supportar fyrir Vika. Hann ætti að ná að gera eitthvað með það, er orðinn virkilega lágur hins vegar, fellur fyrir rest. Bringilíus bara er að baklínan hjá Draugum er bara að drepa alla. Og Draugar halda áfram að íta. Kemst Varian út, þeir eru á einhverjum náunum. Þetta var mjög gott fyrir Drauga, ná hann mjög seint þarna. En við erum á leiðinni inn í mikið af útum hérna. 4 út hjá Djöflum og 3 hjá Draugum. Kemur út hringurinn frá Varian til þess að koma þeim inn á punktinn. Opalan top er mjög lág, nær hins vegar út útinu sínu þarna. Báðir inn í þessu risastórt þarna hjá Blitzet. Og Viki einn eftir, verður að bakka út. 2 ult notuð hjá Djöflum, 1 ult notað hjá Draugum. Þetta var mjög góður tímafætt fyrir Djöfla. Og nú er spurning hvort þeir ná ekki að setja upp hérna hold. Bæði lið sitja hins vegar á 2 últum. Viki kominn inn í baklínuna, tekur mikinn skaða, þarf að bakka út, nota blokkir. Hvaða lið tekur fyrsta skrefið? Þarna gerir Brynja, kemur með plate á báðum Genjis. Snar nær Brynjari en deyr fyrir það El Maestro með virkilega gott play þarna, nær báðum supportunum út með hjálp Vika. En Blitzet inn eftir á móti El Maestro og Opalan top.
El Maestro mjög lágur, heldur áfram, bakkar ekki. Þarf að bakka fyrir rest. Viki er komin aftur inn. Snar skiptir yfir í Symmetra. Áhugaverð. Viki er going inn. Nær ekki að fá pönns úr blokkinu, sýndist mér. Neyða út útið. Snar TP á hægra. TP er tekinn út strax, Elenso fellur. Auðvitað með útið þarna uppi, nær engin support eftir í liði djöfla þegar að GKR með út, en auðvitað tekur hann niður strax. Snar alltaf Bringilíus á punktinum, ætti að falla strax og báðir supportarnir hann kannski mögulega of framalega ef að draugarnir ákveða að fara inn sem þeir gera ekki. Ég held að Snar hafi hreinlega bara byggað Symmetrina til þess að koma liðinu sinni á punktu. Já, fyrir slaginn hérna áðan. Ekki ólíklegt. Það er sem hann skipt í Genji strax aftur. Já. Kemur út Orbital Ray frá Opal on top. Þeir eru búin að taka svolítið skada í djöflum en Varian fellur. Risastórt þarna hjá Blizzard, virkilega vel gert þarna hjá Blizzard, nær út fullt, er rosalega lág þetta hins vegar, er ekki með mikinn stuðning, þeir eru 2 á móti 2, hverjir vinna þetta? Draugarnir líta betur út þegar GKR típjar upp á hægrandi, ég er ekki vissum að við ekki vita á honum. Ég held að vita enginn á hann. GKR að sníglast þarna, spurning hvað hann getur gert með þetta. Droppa niður, hann er ekki með úti, fer beint á Bringilíus, nær að force neyða út lampan og bakka svo út. Mjög vel gert, þetta er risastórt cooldown farið frá draugum og Öddi fellur sömuleiðis fyrir Snar. GKR TPR aftur upp á hægrandi, Snar er í baklínunni að valda miklu musla, hann er að vinna mikið verkefna, 1 á móti 3. Snar næra einhvern veginn að halda lífi ennþá, hlaut að koma að því, en á sama tíma tekur Blizzard út Vika og djöflar ná að jafna sig hérna og stilla upp í næsta teamfight. GKR TPR upp, er með Death Blossom. Þeir þurfa að fylgjast með því hvar hann er, neyða hann út til þess að nota Rey, kemur út hjá GKR, nær engum hérna, Öddi notar High Noon, er stönnaður af Blizzard, Viki á sama tíma tekur út 4 Viki og GKR 1 eftir og Bringilíus tekur hann niður. Nú er spurning fyrir djöfla að bara hreinlega reyna að koma þessu í overtime ef að þeir geta ekki stoppað þetta. Kemur út snabbt út hérna frá Varian og Blizzard tekur út El Maestro sem var með ult og á sama tíma fer Snar inn með Blade, ná út báðum supportunum og djöflarnir eru að ná að halda hérna þegar það eru 18 sekúndur eftir og þetta verður erfitt fyrir El Maestro að koma sér inn hérna á Tracer. Ekki mikill tími eftir. Nei, og Blizzard með Orisa ult sömuleiðis. Hann þarf að nota ríkulega early næra touchinu, þeir ná ekki touchinu. Blizzard með stórt spjót hann í lokin. Kemur í Risastórt. veg fyrir að El Maestro kemst inn á punktinn. Já, og nota svo ultið sér til þess að stoppa Vika. Þá eru draugar konum með 1. Þarna sjáum við playið hjá draugum sem hreinlega vann punktinn hérna. Öddi er virkilega vel gert, tekur út á báða, Varian og Snar og opnar þetta fyrir drauga. Nú er staðan 2-1 fyrir draugum. Já, og þá fá draugar að velja map. Hvað heldur það velji? Ég myndi segja, Watchpoint Gibraltar. Ég hefði sagt Numbani, en þeir geta auðvitað ekki valið annað hybrid map. Nei, vissulega ekki. Svoleiðis að ég myndi segja Watchpoint Gibraltar, mögulega hana Óka, en
Það ætti svo sem að virka vel fyrir djöfla að spila hana Óka meira heldur en Watchpoint Gibraltar. Og þeir velja Gibraltar. Já. Það gæti orðið strempið fyrir það og ætla að íta þar inn þar sem að Blitzhead er mjög góður á dífunni. Já, og Snar á Widowmaker er virkilega góður sömuleiðis eða hreinlega bara á Genjiinum og að dæfa með dífunni. Og við sjáum líka að Gull kemur aftur inn fyrir Opal on top. Sjáum þá líklega Juno hérna. Mjög líklega. Djöflar vilja byrja á defensinu. Heldurðu að Viki nái einhverjum út af mappinu í byrjun? Ég held ekki að þeir haldi þarna þar sem að kúlan er til þess að... Þessu er alveg uppi. Já, þarna uppi hægri. Ég held þeir leif honum ekki að fá auðveld kill þarna í byrjun. En hvað veit ég? Við vitum ekki neitt, við erum bara hérna. Nei, við erum bara hérna. Við vitum alveg mikið á því þarna heima. Við erum bara að lýsa þessu hérna á meðan það gerist. Við erum öll ready og erum alveg á leiðinni inn. Hvað heldurðu að djöflarnir spili með dífunni þá? Ekki ólíklegt að koma út. Ég held að þeir haldi Frigg. Ég hef ekki trúið að ég breyti því. Ég myndi defense, ég myndi skjóta á Widow, hún er virkilega sterk. Já, hún er það hægt að horfa langt yfir mappið og... Já, og það er erfitt að komast... Hún getur haldið sér það aftarlega að það er erfitt fyrir Doomfistin að koma inn á hana eða þá Genjiin. Já, langt fyrir óvinarliði að ætla að dæfa. Já. Og leið og þú dæfar, reynir að stytta leiðina milli þín og hennar, að þá á sama tíma er hún að bakka undan þér. Já, á sama tíma er hún að lengja leiðina. Já. Og þá ert þú farin að eyða rosalega löngum tíma í að elta eina Widow. Þegar að það er punkturinn sem þarf að hreyfast en ekki Já, og mögulega slagurinn að tapast á öðrum stað en þú ert, af því að þú ert upptekinn við annað. Sjáum að Blitzhead fer á dífuna. Já, GKR heldur íbernum frá síðasta og Snar Genji sömuleiðis var hann á Juno-inni. 5, 4, 3, 2, Snar með smá brandara í chatinu. Alltaf styttingarnir. Auði á Cassidy þarna, þeir reiknuðu með mögulega Genjiinum. Viki að stilla sér upp í dive, fer inn núna, nær engum þegar Fönser er risastórt hins vegar þarna núna. Fönser kemur út Suzu en fellur fyrir það. Mikill skaði þarna frá djöflum, mjög mikill skaði og allur settur á Doomfistin en kartið bara, payloadið er að hreyfast, Auði er að ýta því alla leið en hann ætti að falla núna. Þeir ná að elda hann uppi en vissa hægrandi sömuleiðis, fara aðeins of margir kannski og elda Auða og gefa aðeins upp hægrandið. Þurfa að koma sér aftur inn á núna og Viki er að ýta punktinum. Viki setur upp í dive, nær engum, Blitzhead bara eftir hann. Þeir eru að ná að ýta draugum hérna inn í server, draugar eru að kæta ver en á sama tíma eru draugar að fá mikið map space hérna. Brynkilius tekur út Reaper, mjög aggressíft þarna spil hjá GKR, nær engum en á sama tíma fellur Viki. Þetta er að líta ágætlega út hérna hins vegar fyrir drauga þegar að það falla hins vegar tveir. Snar með klínöppið
og Guds ætti að sleppa, hann hættir við. Já, þetta er að ganga mjög fínt hérna fyrir djöfla. Já, nú fá djöflar smá tíma til þess að stilla sig upp á ný, eins og þeir Já. vilja hafa það. Virðast alltaf að halda í server bara. Þeim líður vel þar. Kom út Blade báðu megin, Snar með 4 kill á Guds og Elmæstur sömuleiðis á varinn. Hann fellur svo fyrir Blitzet. Hvað nær Snar að gera? Hann nær að halda sér á lífi allavega. Kemur út Meteor-stræk frá Vikka. Snar á sama tíma er bara að hakka í sig lið drauga. Hann er að saxa þá niður og þeir elta Vikka alla leið. Eða hvað? Nei, þeir alla leið honum að lifa. En hann er virkilega lágur þarna. En þeir bara á sama tíma fara á punktinn. Það er bara mínútu eftir og núna hafa draugar engan tank með sér. Og Guds fellur snemma. Aukin er engum með Hænún. Vikki er kominn aftur, ennþá lágur og fellur snemma. Núna verða draugar að bakka hratt út. Af því að þeir eiga bara 40 sekundur eftir fyrir næsta teamfight sem að gæti verið sá síðasti. Djöflar að kaupa sér mikinn tíma hérna. Já, Sein kill á Bringilius og El Maestro. Ættu að ná samt að snerta fólkinu. Já, en snerta, labba inn í Divabomb, Kitsunerus og Death Blossom og þeir á sama tíma eru ekki með nein ultimate uppi, draugar. Það er mjög spennandi. Þetta er að spilast upp hérna fyrir djöfla sem að missa GKR snemma sem er með Death Blossom. Óveppin þarna, GKR. Það kom út bæði supportúttir hjá djöflum. Blitzet tekur út auðvitað, Varian fellur fyrir El Maestro, kemur út Susu þarna til þess að reyna að halda þeim á lífi. Vikki að með Snar í siktinu, Snar sleppur hins vegar, er með Blade, kemur GKR með úti og þeir reynsa þetta upp. First point hold, djöflar. Þetta verður erfitt defense fyrir draugana núna. Já, og núna þurfa draugar að ná eins og við segjum fuller hold, bittra hold. Það sem að þeir þurfa að, já, ekki bara að fullholda, heldur líka að Halda þeim frá 83,3 metrum. já, halda þeim frá gullkassa sigursins. Draugar voru nú samt alls ekki langt frá því að fá þennan fyrsta punkt. Nei, virkilega tæft og kom þarna í rauninni endaði bara á því að djöflar voru hreinlega með fleiri últ í endan sem að vann þetta fyrir þá. Já, draugar höfðu mögulega þurft að taka hérna eitt fight þar sem að þeir voru í rauninni bara að neyða út ultimatein hjá djöflum. Já, en þeir höfðu bara svo lítinn tíma. En djöflar er að setja sig upp hérna, stilla sér upp fyrir attackið sitt virkilega vel. Breyta líklega engu. Snar þarna mögulega bara að TP-a liðið sitt upp á hægrandið. Skiptir svo strax. Guds er komin yfir á Kiriko og engar aðrar eru breytingar þær hérna ennþá. Vikki dævar inn, bakkar út strax. Snar er að ýta payloadinu hægt og bítandi. Vikki með 2 í einu pönsi, virkilega vel gert þetta og Blitzet sömuleiðis 4. Snar nær út auðvitað. Mjög að gera sér þarna hjá Vikka, ætlar að reyna að ná Snar, pönsar inn í spónið þeirra. Hann langaði bara gegnum hurðina. Hann langaði í gegnum hurðina, einhver að stoppa hennar mann.
virkilega vel gert þarna hjá Vikka, næra að stoppa á alveg. Sjáum það að djöflarnir eru bara allir á payloadinu þarna undir í Carwash. Vikki að dæfa, Vikki að valda usla, reyna að neyða út abilities þannig að El Maestro og Audi geti dæfað inn með honum. Kemur út snett Suso þarna frá Lenzo sýndist mér, gæti verið gott fyrir Vikka. Það er Lenzo fættur hérna og kemur út Blade hjá El Maestro, tekur út mekkan hjá Blitzet. GK er hins vegar, tekur út Bryggilius, ætti hins vegar að falla hana og gerir það. Snar þarf að reyna að koma sér út, Blitzet alveg að fá mekkan sinn, nær hann að halda sér á lífi, hann nær mekkanum og fellur El Maestro á sama tíma. Og Guts sömuleiðis, þetta lítur virkilega vel út hérna fyrir djöfla þegar Vikki þarf að nota ultimatið sitt, fer hérna inn á Lenzo að það reyna að ná henni, nær henni ekki. Payloadið er alveg að vera komin alla leið þegar það kemur út Orbital Ray frá Varian. Snar tekur út Bryggilius, Snar tekur út Vikka, Snar er alveg að detta í Blade-irna, það eru 4 út í bóði hjá djöflum. Kemur út Blade og Kitsuneras og það er 2-2 dömur og herrar. Snar er virkilega snar. Við báðum svar frá Snar og við fengum svo sannarlega svar. Sópurinn er svo sannarlega á lífi. Sjáum hins vegar fyrst hérna 4K hjá honum Vikka. Það er virkilega vel ekki tekur hann 2 í 1 pönsi. Þetta er Doomfist. Hann er rosalega fljótur. Ef hann kemst inn í þig þá er hann rosalega fljótur að valda skaða að ná til þess að drepa þig. Ef hann fær að spila sinn leik og þá eiga draugar að velja mapp aftur. Virkilega fallega gert hjá Vikki þarna í þessu playi. En ætli djöflar hafi bara fundið sig á móti Doomfist núna? Mögulega séu komnir með formúluna sem að virkar. Þetta leit allavega virkilega vel út og eilítið mismunandi stílar þarna, bæði Divan á Gibraltar og svo sömuleiðis Orison á Midtown. Já, sjáum líka að Blitzet er mjög mikið bara að horfa á Vikka. Fylgjast með honum alltaf hvar hann er og hvert hann er að fara. Já, og reyna að elta hann og gera honum lífið leitt, eins og maður segir. Ég gerir líka einhvern veginn ráð fyrir að hann sé bara upplýsingabanki fyrir liðið sitt það hvar Doomfistin sé að spila og hvað hann ætla að gera. Já, algjörlega, ekki ólíklega. Lítur svolítið svoleiðis út. Upplýsingar eru auðvitað mjög mikilvægar þegar það er dive. Upplýsingaflæði verður að vera mjög gott innan liðsins. Já, þarf að vera mikið flæði og það þurfa að vera skýrar og stuttar upplýsingar. Já. Ekki vera að útskýra nákvæmlega hvar hann stendur, heldur bara geta sagt svona nokkurn veginn hvar hann er og þú veist, hvort það sé búinn að nota ult eða through ability eða eitthvað. Þannig að þá fær liðið svona grófa hugmyndum í hvernig stöðu hann er. Einmitt. Þetta er ekki staða sem að draugar hafa verið í áður að lenda í mapp, eða fá að velja mapp 5. Svo sannarlega ekki. Þeir hafa alltaf setið uppi með það sem aðrir velja á móti. Já, þetta eina skipti sem þeir fóru í mapp 5 ef ég man rétt. Þeir velja Lijiang Tower, einmitt 5. mapp-pickið sem að djöflar hafa valið þetta mapp áður í Decider, í loka, í 8 viðureign, 8 mappi, þannig að þeir ættu að vita hvað þeir vilja gera djöflar hérna. Og við svona gerum sterklega ráð fyrir því að draugar fari áfram á sitt í þinn þægindaramma.
Já, þú heldur að þeir haldi áfram með Doomfist Genji? Ég hugsa þér halda áfram með Doomfist Genji Já. og síðan hérna Juno Melly. Já. Og spurning Ég bara gerir sterklega með- ráð því. Anabaptiste og svo hins vegar Tracer Cassidy frá Audda og Bryngilius. Ég á, sko, það fer eftir í hvaða punktur það er, hvort að Bryngilius fari Baptiste eða Önnu. Já, En Auddi held ég að fari á Tracerina, svona meir og minna á Li Jiang. já, ekki haldi dæfinu uppi. Já, ég reyna að hjálpa Vikka. Það sýndi sig á Circuit Royale. Já. Seinni punkturinn virkaði mjög vel þar sem að Vikki var að setja upp dæfið og Auddi bara eldan. Já, El Maestro sömuleiðis. Það er erfitt að fá Doomfist, Tracer og Genji í andlitið á sér. Það er erfitt að ætla að lifa það af allavega. Já. Initiating match. Við erum á Control Center. Fyrsta map, Li Jiang. Þetta er mjög mikið rush map og ekki ólíklegt þá að Blitzet fari á Orisu hérna. Ready for battle. Þeir halda sama djöflar sýnist mér, Snar er að fara að teleporta þá út úr spawni og skipta svo. Snar hefur tekið, ef ég man rétt, Junkrat líka á Li Jiang. Jú, Sérstaklega á þessum punkti. hann virkar mjög vel hér. Spurning hvað hann endar á því að koma út á. Round one. Erum við að sjá Vikkara Matra? Við erum að sjá Vikkara Matra. Það er verið að ýta. Já, það er verið að ýta Vikka upp út í horn hérna og hann ætlar að reyna að slá frá sér Vikkara Matra. Stór veggur hérna, næra isolata á af. GKR fellur snemma fyrir Audda, Auddi sem er kominn á Reaperinn. Komnir í bara klassístra Matra gangi hérna draugarnir. Og það virðist virka líka svona vel allavega í byrjun. Blitzet svarar, fer strax yfir ára Matra. GKR á hans á. að djöflarnir hafa bara ekki átt von á þessu. Alls ekki. Ég held að við enginn átt von á þessu. Nei, þeir voru alveg örugglega í sömu skóm og við og heldum bara að það kæmi Doomfist. Já. Skiptarnar líka Snar yfir á Mei eru að mjög svipa nema supportlínan hérna hjá þessum liðum. Blitzet tekur út Audda snemma, þetta er ekkert gott. Lenso er hins vegar mjög lág. En draugarnir geta haldið kjókinu bara, þurfa ekki að fara lengra. Þú kemur risastór veggur að það, nær ekki að isolata og Vikki fellur. Núna þurfa djöflarnir bara að halda áfram að lappa inn. Ná að flippa punktinum og taka út restina af þeim. Auddi þarna með seint TP, ég veit ekki alveg, hann var eilítið á sér, nær ekki hérna að komast inn á punktinu og fellur. Það hefði mögulega getað bakkað þarna í staðinn. Það er mögulega að bakka fyrir. Já. Ætlaði að reyna að ná meiri prósentum en var eiginlega bara of seinn. Misreiknaði sig eitthvað aðeins. Mikið af útum í bóðina. Kom út fullt af útum hérna, kemur út Blizzard, nær Blitzet. Blitzet hlýtur að falla hérna, virkilega vel gert, en á sama tíma falla tveir og djöflar eru hreinlega að ná að vinna þetta og prósentan heldur áfram að tikka. Vikki þarf að nota útið þarna og Snar sóló-úttar hann bara, nær honum ekki niður af því að það kemur út bít frá Bryngilius. Vikki fellur hins vegar fyrir rest og þetta er mjög dýr fæt hérna hjá draugum og þeir ná ekki að vinna hann sýnist mér. Þetta var mjög blóðugt að nota tvö út þarna og fengu ekkert fyrir það.
Sjáum það að þeir ætla að snúa bara aðra leið. Helenso kemur með snett rally, mjög gott þarna. El Maestro er fastur inni, kemur út, rýpur út frá báðum og það fattar fyrir það 2-2. Bringilíus auðvitað á móti Varian GKR. Hvor rýpurinn hefur betur í þetta skipti? Punkturinn auðvitað er ennþá að tikka fyrir Djöfla, þannig að þeir hafa yfirhundina hérna. Snar skiptir yfir á Symmetru til þess að koma liðinu sínu hraðar inn og ég er ekki viss að þeir draugarnir ná góðum tímpætti hérna. Vikki þarf að skipta yfir á Doomfist til þess að koma sér inn. Þeir að taka mikið skada þarna. Næra hins vegar að halda sér á lífi. Ötti þarf að nota Rey. Guds nær Snar, þetta er mjög góð byrjun hérna fyrir drauga en Ötti fættur sömu leiðis. Kemur út Olbiter Rey frá Varian, hann geta nýtt sér það. Blitzer nær að nota hann og hjálpar honum á móti Guds og Bringilíus og það er engin healerar eftir fyrir lið drauga. Vikki er aleinn eftir, nær hann að gera eitthvað hérna? Nei. Varian með gott klínu. Og Það er fljótir að skipta yfir á Ramattarana mótið. já, To 0. og höfðu betur í þetta skiptið Ready for þegar við erum á leiðinni á Lijiang Garden. Hér taka er Doomfist. Ég reikna ekki með neinu öðru. Þetta er sá punktur sem að er hvað mest dive punktur af Lijiang. Já, þetta er og hefur alltaf verið mjög mikið dive hérna, sama hver metan er. Já, skiptir engum máli að mjög mikið spila dive bara. Já, 1. Round 2. Capture the objective. Liðin fara sikkur megin á mappinu. já, Þeir ekki fljótur að spotta það samt. Vikki er komin inn. Vikki er mjög lágur, neyða út Immortality Field, en Vikki nær að halda lífið þarna hins vegar. Mjög vel gett eða á Bringilíus. Þarna er stórt cooldown, þeir eru ekki með. Helenso tekur mikinn skada og dettur út af mappinu þarna. Varian mjög lágur, Vikki góð inn, Vikki nær báðum supportunum og meðan er auðvitað að ná Snar. Þetta er aðeins öðruvísi annað draugalið hérna sem við erum að sjá miðað við á Control Center. Líta mikið betur út. Það var ákveðið líka aftur að fara bara yfir í dæfið þeirra. Já. Taka bara Doomfist, Tracer Genji. Ekkert að vera að reyna. Ekkert að reyna of mikið. Já, Þeir reyndu að virka ekki, já, förum þá bara tilbaka aftur. Sjáum að þeir djöflar vilja taka vætrum eins og í byrjun, fyrsta fætt. Vikki virkilega lágur, fættur á þetta snemma, kemur út Immortality Field líka sem að nær ekki að halda honum á lífi. El Maestro tekur út Varian með sér, nær sínum eina, en það er ekki nóg hérna. Og núna eru djöflar á leiðinni inn á punktinn og bara tveir supportar eftir sem ætti ekki að vera mikið mál fyrir lið djöfla þegar þeir ná að flippa punktinum. Guds er komin inn, óheppinn þarna. Og fullt af ultimate á leiðinni í gang. Við gætum fengið eldhúsvaskinn hérna hreinlega í næsta fight. Kemur út snemma window frá Bringilíus, mjög opnar fætum fyrir það og neyðir djöflana alveg tilbaka sem svara með Kitsunerus. GK er hins vegar virkilega low, mjög margir low þarna hjá djöflum, ná að hýla sig upp, kemur Snar með Blade, nær út El Maestro strax og eldir upp supportlænuna, en virkilega lág Snar, nær Bringilíus nær honum ekki. En á sama tíma eru þeir að vinna fætin á punktinum, djöflar, Vikki aleinn eftir. Og núna þurfa Guds og Bringilíus að reyna að bakka, halda sér á lífi. Guds nær Snar, ég veit mögulega eitthvað full ákafur þarna, Snar. Og þá koma 5 meðlimir drauga inn á móti 4 meðlimum djöfla og kemur út Orbital Rey sömuleiðis frá Guds.
Þeir eru að ná að flippa punktinum, ná út tveimur, Öddi fellur hins vegar, það ætti ekki að hafa mikil áhrif hérna. Blitzer nær rímekkinu, Snar fellur strax, Brynjar Þingilífs fellur sömuleiðis. Varian í slæmri stöðu, þannig að kemur út Blade frá El Maestro í það sem leit út fyrir að vera tapandi fight, en hann snýr honum við. Ná að flippa punktinum aftur til sín. Draugar svo sannarlega ekki hættir. Ó nei. Ekkert ult ennþá nema Reaper. GKR með Death Blossom, svo sem nálægt í Brynjólfs og Auddi. Virki að setja mikla pressu þarna, kemur út frá GKR, nær út Brynjólfs og Blitzer tekur út 2 á sama tíma. Mjög vel gert þarna, opnaði teamfightið með Death Blossom. Draugar núna fá ekki mikið tíma til þess að koma sér á punkt. Nei, og sjáum það að Brynjólfs þarf að skipta yfir í Lucio. 91%, hver er með fyrsta touch hjá draugum? Það er Viki. Kemur út fullsbomb, nær engum, Snar hins vegar lágur, hann er alveg að fá Blade, þau vilja ekki leyfa Snar að slíðra sverðið sitt hérna, það er ekki gott. Kemur út Blade frá Snar, hann er virkilega lágur, það eru allir lágir í liði, Bjafla sem ná samt 3, virkilega vel gett þarna, Snar, þeir ná að hreinsa upp. Og draugar komast ekki á punkti. Og ekkert smá viðsnúningur, sópurinn. Sópurinn var svo sannarlega gripinn og fæði skóflan með. Ójá, trúið á sópinn. Það sýndi sig þarna, þar sem að þessi leikur snerist algerlega við, leit mjög vel út fyrir drauga í byrjun, en skipti svo líka svona mikið við. Þetta var mjög vel gert hjá djöflum að snúa, tóku þarna smá pásu, pissupásu, kannski fengu sér ferskt loft eða náðu hausnum vel skrúfum á sér rétt, komu sér í betri stöðu. Já, bara komu eins og nýir tilbaka næstu því. Já, og eins og við töluðum þetta var annað lið djöflaðar hreinlega sem kom inn eftir fyrstu 2 möppin. Já, bara draugar ekki alveg að ná að láta Doomfistin virka nógu mikið. Nei. Eftir þessi fyrstu 2 möpp. Já, það er eins og að djöflarnir hafi lært betur hvernig það ætti að spila á móti Vika eftir því sem leið á leikinn, tók á smá tíma að venjast í og finna leiðirnar á móti Doomfistinum. Já, það tók smá tíma að kúplast inn á þetta. Já, við erum að fá viðtöl. Við erum að fá Já, það er aldrei snakka. Brynjólfs hérna fyrst. Brynjar, góða kvöldið. Hæ, gott kvöld. Þetta leit virkilega vel út þarna hjá okkur eftir fyrstu 2 möppin, en eins og það hafi eitthvað klikkað hjá þeim í allt að smella. Hvernig fannst þið vera að spila á þessum 3 möppum sem þið töpuðu? Þetta var erfitt, sko. Fyrstu 2 möppin vorum við bara svona að gera það sem við viljum gera, en svo eftir það einhvern veginn bara svona figureði út hvernig bara á að spila á móti þessu. Já, Og fundu. Já, og Snar Genshin var sérstaklega hættulegur. Hann var bara að leggja backline í einhelti og það var mjög lítið sem við gátum gert sem lið. Einmitt, já, og þá fær auðvitað Viki og sömuleiðis El Maestro, þá fær dæfið ekki þessa líflínu sem þeir þurfa til þess að halda sér á lífi og þá verður þetta mjög erfitt að vinna. Og já, Snar Genji auðvitað bara Hann er mjög góður í því. virkilega sterkur. Við fengum Snar á baklinu og svo restin af liðinu var bara fókusaði survive dive-in frá Vika og það bara shuttaði niður gameplanið okkar entirely. Já, það er eins og þeir hafi lært inn á þetta, þeir hafi tekið á smá tíma, þeir hafi lært inn á hvernig þeir ætti að spila gegn Doomfistinum sem er hægara sagt en gert. Ég get sagt að ég hef spilað á móti Vika sjálfur og það er
það er mjög erfitt Þegar... Þegar- og þetta er einmitt spurning að koma andstæðingunum úr jafnvægi og þarna virtust djöflandi ná því en þið auðvitað bara farið aftur að teikniborðinu og komið sterkari í næsta leik. Auðvitað. MVPs í hvorum liðum, svo sem kannski lagst í þarna áðan, þú sagðir Snar, en Já, definitely Snar hjá þeim, sko. Það er bara, hann var single-handedly að setta niður backlineið, mig og hinn supportin. Það bara var, já, bara basically dismantleað liðið okkar þannig. og kannski ég fekk full mikið fyrir það sem hann gerði. Algjörlega. Ef hann dó, þá tók hann einhvern með sér og annað. Hann var að fá full mikið value. En í ykkar liði? Örugglega að segja Bauti. Hann var að halda moralinu hæð og það var verið að taka okkur dálítið bara fyrir aftan hús. Já, ég skil. Hann var samt svona ekki ógeðslega leiðilegt því að hann er mjög góður í því að halda moral hæð og það er verið að tapa. Já, að reyna svona að rífa liðið í gang og koma smá og reyna að finna hundinn. Nákvæmlega. Algjörlega, en þið bara einmitt farið og kannski farið þá bara að undirbúa næsta leik hjá ykkur sem að þið kannski, já, en er eitthvað sem að þú vilt segja þér, Rúnar? Nei, þú spurði hann að öllu sem þú þurft að spurja hann að, bara þú veist, óheppið að tapa svona en bara eins og Óli segir, komið sterkari tilbaka. Viki er að matra, mér langar samt aðeins hérna. Er það eitthvað sem að er búið að æfa eða var það bara svona, eða var Viki bara að elda þarna í miðju mappi? Við ákveðum að henda bara í eitt mapp, bara Viki er að matra, bara segja frikið, sjá hvað gerist. Já, bara látum vaða. Ég held að Viki var ekki það sáttur að láta mýmið deyja. Ok. Já, því hann er ekki búinn að spila eitt einasta mapp sem afir nema á þessari hetju, já. Einmitt. En það var worth a shot, sko. Já, þegar maður gengur ekki vel að þá reyna að breyta einhverju. Einmitt. En bara við þökkum fyrir viðtalið og ef þú hefur einhver shoutouts. Nei, ég held ekki. Ég held ég er bara góður. Þá bara segjum við bara eyðu gott kvöld og þið í draugum. Já, sömuleiðis. Takk fyrir. Takk. Bye bye. Takk, bye bye. Og þá fáum við inn Snar frá Djöflum. Góða kvöldið, Snar. Góða kvöldið. Þetta var leit svolítið illa út þarna fyrir ykkur eftir fyrstu 2 möppin, en virðist vera sem að þið hafið svo rækilega náð að snúa þessu við. Var eitthvað sérstakt sem gerðist? Farið út og fengið sér ferskt loft eða bara... Við höfum aldrei spilað á móti Doomfist áður. Þannig að það tók smá tíma fyrir liðið svona að pikka upp á hvernig maður spilar á móti Doomfist. Og þá byrjuðum við bara að spila þess hraðar og reyna bara að hlaupa fram hjá hann. Já, einmitt, eins og þið voru að gera virkilega vel hérna bæði á Dífunni og á Orisunni. Bara einmitt að bíða eftir að Doomfistin fari inn og svo bara hlaupa í kringum hann og taka út liðið hans og með hann og þá getur hann ekkert gert. Já. Þetta er einmitt, það er hægara sagt en gert. Það er voða erfitt að spila á móti góðum Doomfist og þetta er ekki eitthvað sem er auðvelt að æfa. Það er ekki mörg lið sem spila þetta og kannski erfitt að fá scrims á móti Doomfist liðum. Já, maður nennir heldur ekki að æfa þetta of mikið. Það er svo sjaldan sem maður fer á móti Doomfist liðum. Nákvæmlega. Maður nennir ekki að eyða of miklum tíma í að æfa að spila á móti Doomfist. Það eru svo fáir sem að reyna að láta þetta virka, tala nú ekki sem að tekst að láta þetta virka. En þannig að já, það bara kom svona smá, þið náðuð bara einmitt unnuð ykkur inn í leikinn, náðuð bara lærðuð betur á það hvernig ætti að spila gegn honum og þá var þetta bara, ég leit bara mjög vel út, full hold á Gibraltar, 2-0 á Lijiang, bara eins og í sögu, nánast. Já, svona þetta var alveg smá sjokkir sko að tapa circuit. Við byggumst við því að það yrði easy win. Já. En þá girtum við upp okkur eftir það. Kannski svona
the slap in the face sem þið þurftuð að fá blauta tusku til þess að aðeins vakna og bara hey, guys, bara rífið ykkur í gang. Já, algjörlega. Eitthvað sem þú vilt spyrja, Rúnar? Ekki nema bara, þú veist, hvernig var að spila Genji? Þú virtist vera með rosalega yfirhönd þegar kom að baklínunni hjá þeim. Já, ég var bara að pörma ígóða það sko, dassi í andlitið á þeim og vona ég hitti Hurricane regleikinn mitt. Já. Og það gekk bara tiltölulega vel sko. Já, það gekk oftar en það klikkaði og þess vegna, já. Hreinlega bara að treysta á skildif. Já, svolítið. Já. Ég meina þangað til að virkar ekki, þá er það mjög góð leið til þess að vinna. Það er bara... If it ain't broke sko. Já, mikið rétt. Ertu með MVPs í báðum liðum? Já, ég ekki smá persónulegt MVP fyrir mig að gefa, en ég myndi gefa Audda það, því að hann var að headshota mig og það var pirrandi. Já, Cassidy'n. Já. Og Ég síðan skil. hjá okkur ætla ég að gefa Helenso fyrir að nenna að spila brygg og læra brygg. Já, En kom inn í mörg- liðið. Já. Þó sem líka bara virkilega Stóð vel. sig mjög vel og var að hjálpa rosalega mikið einmitt á móti. Þetta er voða dive heavy. Það var Genji, Tracer, Doomfist og það getur líka verið þó að bryggin sé anti-dive, þá er mjög erfitt að spila brygg þegar eru svona rosalega margir að dæfa þig. Já, Og ég tala nú ekki ef þetta er hetja sem að þú ert að byrja að spila bara tiltölulega nýlega, þá er það líka mjög flókið, getur verið það. hann fekk smá VOD review fyrir í dag og líka daginn og er búinn að spila það smá í scrims og líka upphitunum. En þetta var mjög gott hjá henni sko, og ég gólaði bara á hann einu sinni. Ok, það er mjög gott. Já. En hefur einhver shoutout svona áður en við klárum? Shoutout á Varian fyrir að hjálpa okkur að ákveða hluti. Í svona Ok. í liðinu svona. Hann var smá að hjálpa okkur við það að setja upp svona hugmyndir fyrir fæta. Já, svona pre-fight plan. Já. Já. Ok, já, það er mjög mikilvægt. Og Hittir shoutout bak við tjörnin. á Vikka að nenn að spila Doomfist. Það er eitthvað sem þyrfti að rannsaka ef þú spyrir mig að spila Já. sömu hetjuna svona mikið, en já, ok, þá Takk fyrir kastið. ekki málið, þá verður þetta ekki lengra hjá okkur í kvöld, en við minnum auðvitað alla á Arena streamið á laugardaginn 5. október þar sem að Böðlar í jötun eru til Böðlar í jötun og Þór selir svo þar á eftir. Hvetjum alla til þess að horfa og mæta í Arena ef þeir hafa tök á. Annars verður þetta ekki lengra hjá okkur í kvöld. Takk fyrir að horfa. Verið þið sæl.